Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 14. október 2021 og þetta fundur númer 289. Mætt eru sá sem hér stendur Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Hólmarsdóttir, Sæmundur Helgason og einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir. Starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 22 mál, þar af 5 fundargerðir bæjarráðs og síðasta fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Í lok skýrsla bæjarstjóra. En okkur ekki til setinu boðið og orðið laust fundargerð bæjarráðs númer 1005. Eitthvað sem óskar að taka til máls undir þeirri fundargerð 1005. Það ekki, þeir sem þá henni samþykkir, gera svo réttu hönd. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar 1006. Orðið laust þá fundargerð bæjarráðs 1006. Eitthvað sem óskar gera svo vel, Sæmundur. Forseti, góði fundarmenn. Mig langar að ræða hér þriðja lið sem stofnun leikskóladeildar fyrir unga börn. Og ég ætla að ræða þessa stofnun leikskóladeildar fyrir unga börn sem komið hefur verið á legg í svokölluðu Seli, sem hvíta húsið sem áður stóð við gömlu Lönguhóla og stendur núna á lóðinni við gamla Krakkagötu. Og það aðdragandi að þessu máli sem hefur leitt að sér þessa lausn að opna sérstaka ungbarnadeild í þessu húsi. Þegar aðstæður komu upp varðandi skort á dagvistunarúrræði fyrir þessi yngstu börn að ákveðið var að setja tímabundið þetta úrræði í gang. Og ég vil bara fá að fagna þessu úrræði að við höfum stigið þetta skref, bæði svona fljótt og vel og met stöðuna svo og við leggja það til að við höldum áfram með þetta úrræði eða skoðum það áfram. Og við ættum að hugsa það til lengri framtíðar hvort við nýtum Selið áfram til þess eða finnum dagvistir þessi yngstu börn í annan stað. Og svo það liður 7 sem ég langar aðeins að ræða. Það staða sveitasjóðs og það raun merkilegt og gott að staða sveitasjóðs í jafnvægi eins og stendur í bókunni. Þrátt fyrir heilt ár með COVID-19 faraldri með tilheyrandi breytingum, meðal annars auknu atvinnuleysi hríð, þá sýnir það sig að tekjur sveitarfélagsins hafa aukist, auðvitað útgjöld líka. En eins og segir í bókum bæjarráðs þá rekstur sveitarfélagsins í jafnvægi á þessum tímapunkti þegar rekstur, tekjur og framkvæmdir eru skoðaðar. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið laust, gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar að grípa boltann frá Sæmundi varðandi leikskóladeildina sem verið að setja af stað og eins og hún kom inn á þá talað þetta tímabundið til áramóta til að byrja með í Selinu á Víkurbraut 24. En bara svona til þess að allt sé nú upp á borðinu þá gert ráð fyrir því að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að þeir starfsmenn sem þarna ráðnir inn, að þeir séu áfram hjá leikskólanum og það náttúrulega mjög líklegt að það þurfi að nýta þetta eitthvað lengur því að ekki hefur gengið að fá dagforeldra til starfa á Hornafirði undanfarin misseri að hafa verið einn sem hefur verið bara mjög stöðugt í mörg ár sem dagmóðir og síðan hefur verið svona svolítið mismunandi milli ára hvort að dagforeldrar hafa verið að starfa eða þeir hafa verið að starfa en í styttri tíma í senn. Það var skoðað hversu mörg börn það væru sem væru án leikskólapláss í rauninni milli áranna, síðustu ára og núna og það engin breyting í rauninni á tölum á börnum sem eru þá ekki tekin inn að hausti, þeir þá ekki orðin eins árs og síðan þeir sem verða eins og á árinu fram að næsta hausti. Þá þetta verið svipaður fjöldi, en breytingi sem nú svo að það eru færri dagforeldrar. Þannig að það alveg ljóst að það mun þurfa
væntanlega til þess að halda hjólum atvinnulífsins gangandi, að þá er þörf fyrir þessa þjónustu og það er í fjárhagsáætlunarvinnunni eins og hún er núna, að þá eru þessi stöðugildi ennþá inni og gert ráð fyrir þessu allavega eitthvað áfram, en eins og við vitum sem erum hér í þessum sal og margir sem er að koma að þessum málum, að þá er fræðslu- og tómstundanefnd að fara yfir bara þörfina og þessi leikskólamáli í heild sinni, hvernig þau standa í dag og hvernig þetta lítur út til næstu framtíðar. Þannig að þá er þetta að sjálfsögðu þar inn í þeirri skoðun líka. Þakka fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Gjörðu svo vel, Bryndís. Forseti, ágætu fundamenn, ágætu bæjarfulltrúar, það er ein spurning varðandi leikskóladeildina í Selinu og sem ég finnst ekki hafa komið fram. Hvað verður fólkið sem átti skjól í Selinu? Þessi skjólstæðingar sem við voru þar í vistun. Og einhver getur svarað því, takk. Orðið er laust. Þakka fyrir þetta, Bryndís. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 1006. Hver sem vil taka til máls? Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að bregðast við fyrirspurnina Bryndísar. Þegar að Víkurbraut 24 var tekin í notkun og starfsemi heimaþjónustudeildar flutti þangað inn, kom í ljós að sú aðstæða rúmar vel þá starfsemi sem áður hefur farið fram í Selinu. Og það er ekki þar með sagt að til framtíðar verði svo, vegna þess að það eru áform aukin virkniúrræði hjá velferðarsviði og bara mikil áform það starfsendurhæfing og fleira sem að gæti flust þarna yfir. En eins og staðan er í dag var hægt að leysa þetta með þessum hætti og farsarlega að ég tel og í góðu samstarfi við stjórnendur bæði fræðslusviðs og velferðarsviðs. Þannig að já, það er niðurstaðan. Þakka fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 1006. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð. Það er ekki. Þeir sem eru þá henni samþykju gjöra svo rétta pönt. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 1007. Orðið er laust þá fundargerð. Hver sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjarráðs 1007. Það er ekki. Þeir sem eru þá henni samþykju gjöra svo rétta pönt. Hún er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar 1008. Orðið er laust þessa fundargerð bæjarráðs 1008. Er eitthvað sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Mig langar að ræða þá bókun sem þriðja framboðið lagði fram undir þriðja lið sem er fjárhagsáætlun. En þar lagði þriðja framboðið fram þessa bókun. Ég vil fá að ítreka hana. Að þriðja framboðið leggur til að leikskóli veri gjaldfrjáls sem þýðir að foreldrar verða ekki rukkaðir leikskólagjöld fyrir börn á leikskólaaldri. Jafnrétti til náms er ein helsta forsenda félagslegs réttlætis í samfélaginu. Skólinn á að vera hornsteinn jafnaðar og réttlætis í samfélaginu og gjaldfrjáls leikskóli stuðlar að þeim jöfnuði. Og til að útskýra betur þessa hugmynd sem þriðja framboðið leggur hér fram í fjárhagsáætlunargerðinni að verði skoðuð, þá höfum við í þriðja framboðinu verið þessar skoðunar nokkra stund og þetta var eitt af kosningamálunum sem við settum fram í síðustu kosningum árið 2018. En hvað þýðir þetta í raun? Í öllum stefnum sem leikskólan gilda þá er það sagt að leikskólinn sé fyrsta skólastigið. Það er sú breyting sem stefnumótið síðastliðna ára hefur leitt inn í allar stefnur leikskóla. Bæði hér á Hornafirði og í landslögum leikskólastigið, meðal annars í námskrá leikskólan sem segir leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegara menntunar einstaklinga. Í menntastefnu sveitarfélagsins henni er eðlilega tíðrætt starfsemi skólana og þar segir
starfshættir í skólum sveitarfélagsins Hornafjarðar taka mið af lögum og reglugerðum er varða leik grunnskóla, aðalnámskrám og menntastefnu sveitarfélagsins. Það er eins í þessum orðum og í allri umfjöllun menntastefnunar að þá eru leik- og grunnskólinn nefndir í sömu setningu. Við sem störfum í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins störfum eftir sömu stefnu og erum sem sveitarfélag aðili að verkefni heilsueflandi samfélag. Áherslu þess verkefnis eru samofna starfi leik- og grunnskóla sem eru heilsueflandi skólar. Í leik- og grunnskólum er starfað eftir uppbyggingarstefnunni uppeldi til ábyrgðar, svo dæmi séu tekin. Þannig að öll stefnumótun leik- og grunnskóla hefur þannig samhljóm. En þá skýtur það skökku við að leikskólinn er það skólastig þar sem við rukkum gjald af foreldrum fyrir skólavistina. Þriðja framboðið bendir á að þetta gjald getur verið umtalsvert fyrir efnahag ungra og stækkandi fjölskyldna. Nú stefnir í að gjaldið sem innheimta á að foreldrum standi eingöngu undir 6,6% af kostnaði við leikskóla. Með öðrum orðum í fjárhagsáætlun sem gert er ráð fyrir að gjaldheimtan skili 21 milljón, meðan gert er ráð fyrir að reksturinn muni kosta 315 milljónir á næsta ári. Þetta þýðir að aðrir skattar sem sveitarfélagið innheimtir af okkur öllum standa að straum af 93,4% af rekstrarins. Og þess vegna leggjum við þetta til að leikskólinn verði gjaldfrjáls foreldrum. Ég hef sagt það svo oft áður í ræðustóli hér á bæjarstjórnarfundum að þetta er lítið skref að stíga fyrir sveitarfélagið en stórt fyrir alla umgjörð leikskólans og þá sem nú er í þeim sporum að kaupa þessa þjónustu á sveitarfélaginu, að vera með barn á leikskóla. Og svo er eitt annað mál sem varðar fjárhagsáætlanagerðina og er mjög mikilvægt að ítreka sem kom fram í umræðum fundarins en ekki í bókun sérstaklega. En það er að við verðum að tryggja það að settur verði peningur í að fara strax að stað með vinnu við nýtt deiliskipulag. Ég mun ræða það undir öðru liði í annarri fundargerð nr. 1009 hversu mikilvægt það er að drífa þá vinnu af stað. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sæmundur bókaði hérna á bæjarráði og hérna bara gott og vel. Það er þeirra sýn að gera hlutina með þessum hætti. En mig að því að hann talar sko að þetta geti verið íþyngjandi að jú, en það sem að er nú bara þannig að leikskólagjöld á Hornafirði eru með þeim lægstu á landinu og fyrir fjölskyldur sem að eru að vaxa og stækka þar sem að eru fleiri en eitt barn á leikskóla eða að greiða fyrir skólagjöld að þá er nú myndarlegur systkinaafsláttur á Hornafirði. Ég veit að þetta Sæmundur er ekki að vísa í þetta en ég vil að þetta komi fram í umræðinni. Að fyrir annað barn á leikskóla er 50% afsláttur á leikskólagjöldum og fyrir þriðja barnið er frítt og hefur verið í fjöldamörg ár. Og Sæmundur kom bara inn á það hvað það er lág prósenta í rauninni sem að foreldrar eru að standa undir í rekstri leikskólans og það náttúrulega hefur bara verið stefna að það hefur ekki verið nein markviss hækkun á leikskólagjöldum, heldur að halda þessu í lágmarki og það er auðvitað alltaf ákvörðun á hverjum tíma hvort að það heldur áfram svoleiðis eða ekki. Og það er líka þó að sveitasjóði sé núna í jafnvægi að þá náttúrulega er sveitasjóði þannig og fjárhagsáætlun þannig að það er verið að reka hér sveitafélagið í rauninni að stjá núllinu. Það hefur verið árin á undan, hefur verið myndarlegur afgangur frá fjárhagsáætlun sveitafélagsins sem hefur verið hægt að nýta í framkvæmdir og annað slíkt. Í dag erum við að taka mikið í lántökum við framkvæmdum og það er meðvituð ákvörðun vegna COVID, vegna lífskjarasamninga og ýmissa annarra þátta. En síðan er það nú þannig að hjá þeim fjölskyldum þar sem að kreppir að og þá er félagsþjónusta sveitafélagsins getur hún komið inn í líka. Þannig að mér langar bara að benda á þessa þætti, að það hér eru lág leikskólagjöld, það er myndarlegur systkinaafsláttur þegar að fjölskyldur eru með mörg börn og það systkinaafslátturinn nær upp í grunnskóla líka, séu börn í lengri viðveru eða annað slíkt í Kátakoti og svo það að
Já, ég man ekki að þriða. Það er sannlega með því sem er deiliskipulag sem er sæmyndar. Ég fatt ekki alveg hvað það kom. En jú, það að félagsþjónustan þá ef að staðan er þannig að það er kreppir að hjá foreldrum, en auðvitað er það náttúrulega síðasta úrræði og eitthvað sem að, ég meina við náttúrulega viljum að fjölskyldur þurfi ekki að því að halda, en ég standa þannig á að þá er það þannig að fólk er að fá þessa þjónustu, eins og þú talar þjónustu, fólk sé að kaupa þjónustu af sveitarfélaginu, að þá fær það aðstoð til þess. En þetta er auðvitað, það er bara kannski menningarmunur, ég meina það hefur ekki verið stefna, mér vitandi annarra framboða í sveitarfélaginu, að fella niður gjald, þetta lága gjald sem er tekið fyrir leikskóladvöl. Þriðja framboði heldur þessum merkjum á lofti og Sæmundur kom sjálfur inn á það hvað þetta kostaði miðað við stöðun í dag, þannig að það er ekki erfitt að máta það inn í fjárhagsáætlunina. En allavega eins og staðan er í dag og varðandi framhaldið, eins og allavega við sem vorum með fjármálaráðstefnum vitum að það er uggur í fólki varðandi fjárhag og rekstur sveitarfélaga og þannig að þá hefði ég haldið að við þyrftum á öllum þeim tekjum sem við höfum á að halda. Þakka fyrir þetta Ásgerður. Þú aðeins hleypa mér hér að. Þá skiptum við hérna í forsetastólnum og Ásgrímur Ingólfsson, ég segi þetta mjög oft fyrir göður, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ásgrímur. Þakka þér fyrir þetta Ásgerður. Ég get nú ekki orða bundist og mér eiginlega brá þegar ég sá þessa bókun hjá þriðja framboðinu að þessi leikskólamál hér í Hornafirði eru náttúrulega þyngri heldur tárum tekur og búið að vera tæplega 4 árum eftir að við vígðum leikskóla sem kostaði okkur 600–700 milljónir, erum við aftur komið leikskólamálin í hendunar. Við erum komið 2 leikskóla núna, það er búið að nefna hér Selið. Við sameinuðum leikskóla með ærnum tilkostnaði, með eitthvað af fólkum á biðlaunum og meðan það þannig að mér finnst þetta grátlegt. Við erum að, eins og Ásgerður kom inn á, þó að sveitarsjóður sé rekinn á jafnvægi, þá er afkoma sveitarsjóðs mikið lakari, eða talsvert lakari heldur hún hefur verið undanfarin ár eins og þið vitið sem voru í síðustu sveitarstjórn og alls ekki til þess fallið að fara minnka þær tekjur sem við höfum. Eins og útleitið núna með leikskólan, þá erum við að bæta við 5,4 stöðugildum. Hluta því eru þetta lífskjarasamningunum, eins og kannski íbúar vita, þá var skerðing út af styttingu vinnuvikunnar, það var stytting. Hlutaði er bara aukinn stuðningu á leikskólan og hlutaði er þetta sel sem kostar okkur talsvert. Þetta eru 60 milljónir sem við áætlum að fara í aukið launakostnað með launahækkunum sem eru lögbundnar í leikskólamál. 20 milljónir segir Sæmundur að skipta ekki máli fyrir sveitarfélagið. Sveitarfélagið á bara ekki þessu 20 milljónir, við erum þá að taka lán fyrir þeim. Menn hafa talað fyrir því í stundum að þeir borgi sem nota og þetta er ekki stórt hlutfall eins og þú komst inn á sjálfur Sæmundur. 6,6% að heildar rekstrakostnaði leikskólana. Þeir kosta okkur 315 milljónir og íbúanir, notendurnir, foreldrarnir er að borga 21 milljón í gjöld og 11 milljónir í matarkostnað. Og aðeins með þennan leikskóla sem við erum í höndunum núna. Hvað gera bændur nú? Við sjáum fram að það að við þurfum að reka Selið eitthvað áfram og vonandi fjölgar hér fólki á næstunni og þá þurfum við að stærri leikskóla eða nýjan leikskóla. Verðum við þá komið hér aftur með 2 leikskóla eftir 3 ár sem við sameinuðum með ærnum kostnaði fyrir rúmum 3 árum. Og ætla að fara að skerða tekjur sveitafélagsins og þessum gjöld og þessi litlu gjöld sem þú koma inn á þessa leikskóla sem eru greinilega verða okkur dýri í samfélaginu. Mér finnst þetta, ég veit ekki hvernig mann hugsa rekstur og svona. En það er mín skoðun að það sé ekkert borð fyrir báru til að fara að sleppa þessum leikskólagjöldum, þessum litlu leikskólagjöldum, eins og Ásgerður kom inn á sem eru mjög lág á landsvísu. Takk fyrir þetta Ásgrímur og orðið laust. Fundargerð bæjarráðs númer 1008, Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel.
Forseti, góðir fundamenn. Sko, það er bara í mínum huga bara allt annað mál að ræða það og verði bara tilhlökkunarefni ef okkur fjölgar þannig að við finnum okkur knúin að byggja nýjan leikskóla og það þolir alla umræðu líka að ræða það, en það hefur ekkert með þessu til að gera hvernig var staðið að því að sameina leikskóla á síðasta kjörtímabili. Það tengist þessu máli fyrir mér ekki neitt. Ég held að hins vegar grundvallar orðanotkunin sem við erum hérna öll að tala það er einmitt hérna hvort að við lítum á leikskólan sem þjónustu við fólk eða sem skóla. Og ég er að benda á það. Leikskólinn er fyrsta skólastigi og við erum með skólan, leikskólan og grunnskólan tölum hann eins og ég benda á í ræðu minni á sem skóla og hérna það er þannig sem ég og þriðaframboðið að leggja fram. Í orðanahljóðan erum við með leikskóla sem er sem sagt fyrsta skólastig, en svo erum við í hinu orðinu að tala að þarna séum við að veita þjónustu sem við gerum meðan við erum að rukka leikskólagjald. Þá er þetta þjónustu. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 1008. Gerðu svo vel, Ásgerður. Bara eitt sem að þetta er kannski útúrsnúningur, en ég man nú, það er svo langt síðan ég var með barnaleikskóla, ég man ekki hvort það stendur skólagjald eða hvað stendur að því, sko. Ég velti hérna bara svona aðeins fyrir mér. En auðvitað er þetta, ég skil alveg hvert úr þetta fara, Sæmundur, en allavega þá finnst mér þetta geta verið bara skólagjald eins og í mörgum skólum. En já. Þakka fyrir þetta. Ásgerður, orðið er laust fundargerð bæjarráðs 1008. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það er ekki. Þeir sem henni þá samþykju gjöra svo upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Fimmta mál dagskrá er fundargerð bæjarráðs 1009. Orðið er laust þá fundargerð bæjarráðs 1009. Er eitthvað sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góðu fundamenn. Í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar í máli 19 er talað skipulag íbúasvæðis og það var þannig að sveitarfélagi boðaði til íbúafundar 15. september síðastliðinn í Nýhöfum þar sem framtíðar íbúabyggð og lausnir á lóðaframboði voru ræddar. Og í upphafi fundar þá kynnti Brynja skipulagsstjóri samantekt möguleika á svæðum til þéttingu byggðar og uppbyggingu nýrra hverfa og ræddi kosta og galla hverra kosta fyrir sig. Og fyrirkomulag fundarins var svokallað heimskaffi og þannig gafst öllum tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri. Og að mínu mati þá var þessi íbúafundur stórgóður. Þarna komu 60 fundargestir sem ræddu framtíðar íbúasvæði á Höfn og lóðaframboð. Og það er svona kannski ábending til starfsmanna að það vantar skjal undir þennan lið sem kynnt var á fundinum. En þar voru drög að samantekt Stefáns Aspar Stefánssonar starfsmanns sem var þá fundargerð íbúafundarins eða sem sagt drög að samantekt. En umræðu fundi skipulagsnefndar var svo að gera það grein fyrir samantektir sem fyrst helst í grein í Eystrahorni og heimasíðu sveitarfélagsins. Og ég nefndi það í umræðunni áðan fjárhagsáætlun að við verðum að setja pening í það strax að taka upp aðalskipulag sveitarfélagsins. Og ég held að það hefur verið samdóma álit fundargesta á íbúafundinum 15. september að það þolir enga bið að skipuleggja strax nýja íbúafund. Þakka fyrir þetta, Sæmundur. Matthildur, gjörðu svo vel. Nei, þú var ekki þú. Ásgerður, ég var þungt hugsi fyrir ekki. Ásgerður, gjörðu svo vel.
Já, forseti, þetta er bæjarfulltrúar að við köllum hérna, að það allavega ein Matthildur á fundinum. En hérna, mér langar bara að upplýsa það sem að Sæmundur talaði um þetta og það kom fram á fundi okkar með sviðsstjórum þegar að var verið að fara yfir ramma til fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár að það er peningar til deiliskipulagsgerðar og það var talað um það að það væri bara mjög líklegt að aðalskipulag er tekið upp á næsta kjörtímabili sem hefst í lok maí á næsta ári og það er þannig að ný sveitarstjórn tekur ákvörðun um það að þarf að taka afstöðu til þess hvort að aðalskipulag er tekið upp eða ekki í upphafi hvers kjörtímabils og aðalskipulag var samþykkt í mitt síðasta kjörtímabil 2014, já 15 held ég að verið klárað sko. Þannig að það er okkarlega nýtt en auðvitað vitum við það að það er margt búið að vera að gerast í þessu sveitafélagi og það er búið að vera að taka upp alls konar hluta og ég held að allavega að bæjarfulltrúar í dag sé á því að það sé alveg tímabært að taka upp aðalskipulagi á næsta kjörtímabili en hverju verða bæjarfulltrúar þá að þeir aðilar muni taka ákvörðun um það en það er gert ráð fyrir þessu að þetta sé gert í drögum að fjárhagsáætlun sem við erum að vinna með þessa dagana. Kom fram á fundi með sviðsstjórum. Ásgeir, ég ætla aðeins að fá að segja hér bætið þetta aðeins. Já. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Já, þakka þér fyrir þetta, Ásgeir. Ég ætla aðeins að blanda mér í þessa umræðu og ég er alveg sammála honum Sæmundi. Núna, þetta getið. Þetta var fínn fundur, það voru 60 manns held ég hafi verið og við erum náttúrulega yfir í því að reyna að vinna í því að gera skipulag og erum nú, það er annar 7. mál á dagskrá er þessi íbúakosning þéttingu byggðar í innbænum og ef að fólk er samkvæmt sjálfum sér að þeir sem að gekk á þessum fundi að þá fer það mál vonandi í gegn en ef ekki þá bara næst það ekki lengra. En ég spurði skipulagsstjórann svona bara til upplýsinga skipulag á framlengingu á Hagaleiru. Þar komum við fyrir einum 6 húsum. Við hefum reyndar eftir að fá vegulínuna þjóðvegi þéttbýli hjá Vegagerðinni. En það skipulag ætti að verða tilbúið mjög fljótlega en eins og var bent á hundinum að þá þar áður við getum farið að setja farg og bæði fyrir vegi og lóðir og þá þurfum við náttúrulega að vita hvar vegir og lóðir eru að liggja. En það er í fullum gangi. Næsta dagskrá kom fram á fundinum og var annarkvort IB5 sem er þá, eins og þið vitið, þar sem að gamla búð stóð, eða IB9 og það er gata fyrir innan mjólkurstöðina, þarna, gistiheimili mjólkurstöðina. Það er 3 lóðar Dalbrautinni og svo er svæði á milli Hvítasunnunkirkjunnar og mjólkurstöðarinnar og þar var líka talað lóðir. En svo var náttúrulega talað eitthvað þéttingar og allir sammála því á þessum fundi, það var skemmtilegt með það. Og kannski verður það næsta bæjarstjórn sem tekur þann slag, það er bara þannig. En aðeins með IB5 og ég hef aðeins verið með vangaveltur það og bara hendið því hér út í umræðan, út í samfélagið, að hvers vegna hugsaum við ekki það lengra að fara með tjaldstæðið aðeins innar, hafa íbúana þar sem tjaldstæðið er og tjaldstæðið hinum megin við þjóðvegi þéttbýli. Þjóðvegir þéttbýli myndi þá tengjast við N1 þannig að íbúar úr innbænum geta tekið þjóðvegi þéttbýli út á atvinnusvæðið og tjaldstæðið myndum við flytja í Drápsklettana innan skóginn þar, við erum ekki að fara að skerða skóginn eða neitt en ég sé það fyrir mér að við myndum setja þetta þar. Ég vil bara kasta þessu út í umræðinu, þetta hafa verið vangaveltur í reykfylltum bakarabyggjum en það er alltaf að íbúarnir velti þessu fyrir sér líka en það var 3 held ég hópar af 5, ég leiðrétti mig, það var 2 líklega 5 þá sem að voru á móti því að færa tjaldstæðið og ég svo sem heyrði aldrei neinu rök eða þannig en þetta er svona eitthvað sem menn hætti að velta aðeins fyrir sér. Þetta er stutt í skóla og þjónustu og ég held að þetta væri góð lending og ekki mjög kostnaðarsöm fyrir sveitarfélagið. En allavega við erum að vinna í þessu og þetta er alveg þörf vinna eins og Sæmundur bendir á. Þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir Ásgrímur og orðið er ennþá laust.
Páll Róbert Matthíasson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er skemmtileg umræða. Ég hef haft mikinn áhuga á þessum málum í langa tíma og ég hef svo sem rætt það við marga að ég hefði viljað sjá þjóðvélið þéttbýli fara út í Sílavíkina til þess að einmitt að gera IB5 ennþá álitlegri íbúðabyggð. Og hvort að við færum tjaldstæði eða ekki, það er alveg sér mál vegna þess að við erum náttúrulega með, það er samningur tjaldstæði núna sem gildir í þó nokkuð langa tíma í viðbót og þá er það bara sjálfstæð ákvörðun að menn ætla að fara í það og það mun náttúrulega taka langa tíma og ég segi það bara við höfum ekkert langa tíma ef leirusvæðið verður ekki klárt fyrir eftir 4-5 ár ef að þétting innbæja fellur í kosningu að þá erum við bara í vondum málum en þess að ef við horfum á nýja húsnæðisáætlun sem við gerðum 2018 eða 19 og ef við tökum tímabilið 2000 til 2018 og færum það yfir á 2019 til 2030 til þess að halda yfir þá þróun þá þurfum við að útbúa sirka 17 lóðir á ári til 2030 miðað við þá áætlun og ég meina til hvers vorum við að gera þetta plagg ef við ætlum ekki að horfa á þetta ég meina við þurfum að eiga allan að fleiri lóðir heldur við eigum í dag og jú, það er hægt að bæta inn í hér og þar en það er spurning hvernig það gengur gagnvart íbúðum og annað slíkt en ég er alveg sannfærður um það að ef við náum að færa þjóðvegið í þéttbýli af því að hann er ekkert á leiðinni Vegagerðin er ekkert að fara að gera þetta. Þetta er engin peningur markaður í þetta verkefni. Þannig að við getum alveg herjað á það að færa hann. Og ég mæli með því að við förum í að tökum upp aðalskipulagið á næsta kjörtímabili og skoðum þessi mál svona lengra fram í tímann. Mér finnst við höfum ekki gert það hingað til. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 1009. Það er enginn sem kveður svo hljóð. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöru svo að rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá er hér. Það er síðasta fundargerð bæjarstjórnar. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð? Bæjarstjórn 288. Það er ekki. Þá höldum við almenn mál og þar er fyrst að mál á dagskrá íbúakosningum aðal- og deiliskipulag þétting byggðar innbæ. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að fylgja þessu mál úr hlaði en þetta hefur verið til umræðu nokkurt skeið eins og við þekkjum og hefur verið nefnt hér áður á þessum fundi. En undirskriftasöfnun vegna breytinga aðal- og deiliskipulagi innbæ fór fram hjá Þjóðskrá Íslands nú í vetur eða í sumarindar og á kjörskrá voru 1590 einstaklingar og fjöldi þeirra sem skráðu nafnsitt og undirskriftalistar voru 353 sem voru þá 22% kosningabæra íbúa. Samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins skal bæjarstjórn verða við ósk almenna atkvæðagreiðslu ef 20% þeirra sem eiga kosningarétt óska þess. Og það hefur komið fram í umfjöllun bæjarráðs eindreginn áhugi á því að vinna með sveitarstjórnarráðuneytinu og Þjóðskrá Íslands í því að framkvæma rafræna íbúakosningu en í gildi reglugerð slíka framkvæmd. Það lá ekki fyrir í upphafi hvort að til staðar væri kosningakerfi sem getur uppfyllt þessar þarfir sem þarf til þess að framkvæma lögmæta íbúakosningu en eftir svona nokkra skoðun bæði sveitarstjórnarráðuneytisins og Þjóðskrár þá getur Þjóðskrár tryggt okkur lögmætt kosningakerfi og sveitarstjórnarráðuneytið er tilbúið til að leggja fram eitthvað fjármagn í verkefni. Þannig að við verðum svona fyrst til þess að taka þetta skref að framkvæma rafræna íbúakosningu. Þannig að við fengum grænt ljós á það og getum hafið það ferli og þess vegna er þetta mál hér á dagskrá að samkvæmt 107. grein sveitarstjórnarlaga
þarf að óska eftir heimild ráðherra. Ég ætla að fá að lesa þetta hérna formlega upp. Þegar sveitarstjórn hefur ákveðið að halda íbúakosningu samkvæmt 1. málsgrein 107. grein sveitarstjórnarlaga er henni heimilt að óska eftir því við ráðherra að kosningin fari eingöngu fram með rafrænum hætti og að kjörskrá vegna kosningarinnar verði rafræn. Og samkvæmt reglugerð nr. 966 frá árinu 2018 undirbúning, framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna kosninga þarf sveitarstjórn að óska eftir samþykki ráðherra fyrir framkvæmd rafrænna íbúakosninga. Og í beiðni sveitarstjórnar samkvæmt 1. málsgrein skulu koma fram upplýsingar það efni sem kjósa skal en sveitarstjórn setur fram þá endanlegu tillögu sem bera á undir atkvæði. Í beiðni sveitarfélags skulu einnig koma fram upplýsingar hvort atkvæðagreiðsla eigi að vera bindandi og hvort óskað sé eftir því að miða kosningarétt við 16 ára aldur. Bæjarráð lagði til á fundi sínum að kosningaréttur verði miðaður við 16 ár og að kosningin verði ráðgefandi. Ég legg því hér til í dag að bæjarstjórn samþykki að framkvæmd verði íbúakosning samþykkt aðal- og deiliskipulag og framkvæmd íbúakönnunar verði rafræn og hún verði ráðgefandi og kosningaaldur verði miðaður við 16 ár. Leitað var til Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands ráðgjöf vegna framlagningu á spurningu vegna íbúakosningarinnar og er lagt til að spurningin verði þessi. Nýtt aðal- og deiliskipulag þéttingu byggðar í innbæ og höfn samkvæmt auglýsingum samþykkt bæjarstjórnar frá 16. apríl og 27. maí 2021 hefur verið samþykkt að bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar. Ekkert deiliskipulag var áður í gildi fyrir svæðið en allar upplýsingar nýja deiliskipulagið má sjá með því að smella á neðangreindan hlekk. Ég ætla ekki að lesa hann upp hér í þessu máli mínu og sama er bent á hérna varandi aðalskipulagið. Spurningin verði því þannig: vilt þú að þessi nýju aðal- og deiliskipulagslög haldi gildi sínu með þeim breytingum sem því fylgja eða vilt þú að það falli úr gildi og þar með verði skipulag óbreytt á svæðinu? Og það verði boðið upp á þessi tvo valmöguleika. Ég vil að nýtt aðal- og deiliskipulag haldi gildi sínu eða ég vil að nýtt aðal- og deiliskipulag falli úr gildi. Og þetta eru þær tillögur sem Félagsvísindastofnun ráðlagði okkur að leggja fram í kjörbréfi. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er þá laust þetta mál. 7. mál á dagskrá. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góður fundarmenn. Ég var með tilbúna spurningu einmitt varandi málaferlið sem sagt, en sem að Matthildur svaraði í raun og veru hérna, það var einmitt þetta hvernig spurningin yrði formuð og þú komst inn á það hérna í lokin, hvernig og þessi tillaga, þá eiginlega vil ég leggja það til að svo að það sé þá að reyna að það verði partur af bókun fundarins að spurningin sem er lögð fram í kosningunum eins og þú last upp og lagði til að hún verði partur af bókun fundarins. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust þetta mál. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Gjörðu svo vel, Páll Róbert. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, mér langaði bara að taka það fram að við ákváðum þetta í bæjarráði núna að stilla þessu svona upp og mér finnst þetta vera mjög spennandi verkefni. Við erum svona að reiða brautina svolítið, finnst mér, og mér fannst líka vel við hæfi að bjóða krökkum niður í 16 ára aldur að taka þátt í þessu til þess að einmitt að koma þeim á bragðið, má segja það, vekja áhugann hjá þeim og sjá það og sýna þeim að svona gerum við í lýðræðislegu samfélagi. Það var ekki annað. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust þennan lið. 7. mál á dagskrá. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þeim lið? Það er ekki. Þá
ætla ég að bera hér upp til atkvæðagreiðslu að bæjarstjórn samþykki að framkvæmd verði íbúakosning aðal- og deiliskipulag þéttingu innbyggðar í innbæ og vísar málinu til samþykktar hjá ráðherra samkvæmt 3. grein reglugerðar undirbúning, framkvæmd og fyrirkomulag rafræna íbúakosninga og gerð væri rafræn kjörskrá. Þeir sem eru þessu samþykkir gjöru svoleiðis til hönd. Og ég rekna með að spurningana verði bókaðar eins og Sæmundur bað um. Þetta er samþykkt samhljóða, svo það sem nú fært til bókar. 8. mál á dagskrá er útboð byggingar hjúkrunarheimilis. Matthildur, þú beðum orðið. Fyrir forseti og bæjarfulltrúar. Já, þetta mál var á dagskrá bæjarráðs núna í vikunni og má segja bara hálfgert uppnám sem hefur komið fram í kjölfar bókunar bæjarráðs enda ekki óeðlilegt. En þetta er auðvitað langt og strangt ferli sem við höfum átt í. Við skrifum undir samning það að hefja þetta ferli í maí 2018 og ég var að fletta því upp núna áðan að við skrifum undir samning við framkvæmdasýsluna hönnun verkefnisins eða bara í janúar 2020. Það eru nær styttist í að það verið 2 ár síðan hönnunarferli hófst með formlegum hætti að undangenginni þessari hönnunarsamkeppni sem fór fram. Þannig að við getum alveg sagt að þeir hafa fengið nægan tíma til að vinna þetta verkefni og ég hef átt ýmis samtöl í dag eða ýmis 2 aðalega við aðra verkefnastjóra sem hafa setið í þessari verkefnastjórn þessa byggingu, þessi einn aðalega frá framkvæmdasýslunni og svo starfsmannaráðuneytisins, heilbrigðisráðuneytisins og bara svo það sé sagt og ég reyndi að koma því áleiðis hér á eftir í bókun fundarins að þá samþykkti heilbrigðisráðuneytið að þetta tilboð og sendi það áfram í fjármálaráðuneytið sem að hafnaði tilboðinu og það var þess vegna sem þessu höfnum kom. Það er að segja að heilbrigðisráðuneytið var á því að fara af stað í þessa framkvæmd en það þótti ekki góð skilaboð að samþykkja tilboð sem er svo hátt yfir kostnaðaráætlun sem var lagður fyrir samstarfsnefnd opinberar framkvæmdir. Þar er kannski ein skekkjan í þessu máli sömuleiðis vegna þess að þegar að verkið var boðið út þá var búið að fá samþykki frá umræddri samstarfsnefnd opinberar framkvæmdir þar sem að allar framkvæmdir þurfa að fara í gegnum áður en að þær fá heimild til þess að fara í útboð og þá lá ekki fyrir endanleg kostnaðaráætlun. Endanleg kostnaðaráætlun lá fyrir rétt áður en að útboðið fór í loftið og þess vegna eru misvísandi prósentu tölur yfir kostnaðaráætlun sem kom fram í minnisblaði frá framkvæmdasýslunni. En það er að segja að það bárust þessi 2 tilboðverki frá Húsheild EHF og Ístak og var tilboðið frá Húsheild lægra og var þá 24% yfir kostnaðaráætlun sem lögð var fyrir samstarfsnefnd opinberar framkvæmdir en 18% yfir uppfærðir kostnaðaráætlun sem lá fyrir áður en útboðið var auglýst. Og ég veit ekki hverjum að kenna en má segja að hönnuði dróðu þetta lappirnar og skiluði ekki réttri kostnaðaráætlun tímalega. Og það kom svo fram í bréfi heilbrigðisráðuneytisins sem var lagt fyrir bæjarráð núna á þriðjudaginn að þau leggja til að báðum tilboðum verði hafnað og leita verði leiða til þess að draga úr kostnaði framkvæmdarinnar með því að fara nánar yfir forsendur verksins. Í þessum samtölum mínum í dag við ætlum að hittast á morgun þessir aðilar og funda og það gengur út á það að kanna hvort það sé möguleiki að ná eða fara í samningaviðræður við tilboðsgjafa. Þá verður þeim báðum boðið að borðinu en það er lögfræðingur framkvæmdasýslunnar sem er að skoða það mál og það er ekki komið niðurstaða í það ennþá. Ég hugsa að markmið allra er það, allar þessar okkar 3 aðilar sem hafa komið að verkefninu, að það fara ekki í útboðsferli aftur af því að það tefur verkefnið náttúrulega fram úr hófi og endar mjög líklega í því að kostnaðurinn verður ekki lægri allavega.
En því hef ég mótað hérna tillögu bókun sem að ég hef sendt hér í tölvupósti fyrir fundin og ég ætla að fá að lesa hana hér upp orðrétt. Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar harmar þá afstöðu ríkisins sem kemur fram í bréfi heilbrigðisráðuneytisins til Framkvæmdasýslu ríkisins þar sem lagt er til eftir umsögn fjármálaráðuneytisins að hafna báðum tilboðum og leita verið leiða til að draga úr kostnaði framkvæmdarinnar með því að fara nánar yfir forsendur verkefnisins. Verkefni hefur dregist fram úr hófi, á sama tíma hefur byggingarkostnaður hækkað verulega meðal annars vegna heimsfaraldurs. Sveitarfélagið hefur nú þegar greitt 195,5 milljónir króna til verkefnisins sem hefur komið niður á öðrum nauðsynlegum verkefnum. Bæjarstjóri hefur átt samtöl við aðila framkvæmdarinnar og er Framkvæmdasýsla ríkisins að skoða hvaða leiðir eru færar án þess að bjóða fyrir út framkvæmdina á ný. Óskað hefur eftir fundi með aðilum verkefnisins hið fyrsta. Bæjarstjórn skorar á þingmenn og ráðherra Suðurkjördæmis að styðja sveitarfélagið Hornafjörð í því að framkvæmdin hljóti framgöngu án frekari tafa. Ég legg þetta hér fyrir fundi. Takk. Takk að fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 8. mál á dagskrá, útboð byggingar hjúkrunarheimilis. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarstjóra fyrir nýjustu upplýsingar í málinu. Þetta er búið að vera að gerast mjög hratt og eiginlega kom bréfið, við vorum á bæjarráði á þriðjudaginn að fara að samþykkja aðkomu sveitarfélagsins sem var þá hækkun 116,6 milljónir. Og þá berst þetta bréf frá Framkvæmdasýslunni bara inn á þann fundi eiginlega má segja og við erum búin að vera þetta að heyra í okkar fólki hjá sem að getur eitthvað svona rætt málin á öðrum vettvangi heldur en hér heim í héraði og það er náttúrulega bara okkar held ég allra heitast að óska að það verði hægt að lenda þessu máli og við erum öll þar og náttúrulega samfélagi bara auðvitað í sjokki yfir því að þessum skilaboðum en það leit út í bréfinu fyrst sko að heilbrigðisráðuneytið hefði ekki leitað til fjármálaráðuneytisins og beðið meiri pening í framkvæmdina. En þannig að þarna er samtal í gangi og greinilega fólk að reyna að koma þessu saman og ég bara hvet okkur öll til þess að taka saman höndum og vinna að því að koma framkvæmdinni áfram, hvort sem það eru kjörnir fulltrúar, íbúar eða hverju sem það eru, bara allir bara hjálpist að í þessu máli sem við vitum að hefur verið beðið eftir lengi og er bara þjóðþrifamál í þessu samfélagi. Takk að fyrir þetta, Ásgerður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir þetta. Þetta var og er reiðarslag fyrir okkur. Við erum náttúrulega búin að bíða eftir þessari byggingu í langan tíma og það tók okkur langan tíma að koma þessu á koppinn sem hafðist nú á endanum einhver tíman, það með minni 2017, þá var okkur loksins sagt í hvaða sæti við værum á listanum góða sem enginn mátti sjá. Og síðan hefur þetta ferli fór á stað 2019 minnum mig snemma, þar sem að þetta var boðið út, eða sem sagt hönnunarsamkeppni fór á stað og síðan er, eins og Matta sagði áðan, að verða 2 ár síðan að fara að hanna og kostnaðargreina verkið og það var svolítið skrítið í þessu bréfi frá Framkvæmdasýslunni þegar var verið að leita skýringa á því hvernig þetta hefði farið og af hverju hefði verið svona hátt tilboðið í þetta. Meðal annars var bent á það að hjúkrunarheimilið væri á Hornafirði, það væri langt frá Reykjavík og það væri dýrt að keyra þangað og það þyrfti að gista þar og svona eitthvað fleira sem að ég gat bara ekki skilið hvað kom málinu við. Menn hljóta að hafa átt að segja á því fyrr og ýmsar svona frekar slappar afsakanir fannst mér. En við munum að sjálfsögðu fara í þingmenn og ráðherra núna og herja á það að þetta mál haldi. Við eigum þetta skilið og við erum búin að bíða allt of lengi eftir þessu og það er brennandi þörf fyrir þetta hérna og við hættum ekki hér.
Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust þetta mál. 8. mál á dagskrá, útboð byggingar hjúkrunarheimilis. Það er ekki fleiri sem gefa með merki. Þeir sem eru þá samþykkir að gera þá bókun sem Matthildur las sér upp áðan að bókun bæjarstjórnar gjörir svoleiðis eftir hönd. Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá eru viðaukar fjárhagsáætlunar. Matthildur, þú baðst orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti og bæjarfulltrúar. Hér eru 2 viðaukar sem að liggja fyrir þessum fundi. Það telst góð stjórnsýsla að samþykkja ekki neinar viðbútar fjárheimildir nema viðgengnu skoðun fjármálastjóra á því. Og fyrsti viðaukinn, það er að segja 3. viðauki sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar, fjallar þá samþykktir sem voru meðal annars samþykktar í sumar. Það er að segja spjaldtölvukaup fyrir grunnskólan, stöðugildi sömuleiðis fyrir grunnskólan vegna aukinnar stuðningsþarfar. Það voru samþykkt 3 viðbótar stöðugildi við leikskólan Sjónarhól vegna aukinnar stuðningsþarfar sömuleiðis og styttingu vinnuviku. Síðan var samþykkt auka fjárheimild vegna sérfræðiþjónustu á skólaskrifstofu, vegna þjónustu sálfræðinga og talmeinafræðings og einnig er verið að prufukeyra nýja þjónustu iðjuþjálfa þar sem að það er iðjuþjálfi búsettur hér á staðnum. Við erum með einstaklinga hér sem munu njóta mjög góðs af því enda ekki vanþörf á svo sem. Síðan eru það varðandi framkvæmdirnar, það voru teknar ákvörðun að bæta við hellulögnum við Hafnabrautina og að malbika við Smábátahöfn sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegri fjárhagsáætlun. Og í viðauka 4 þar vorum við að fjalla selið sem við ræddum hérna, sem að Sæmundur og fleiri ræddu hér áðan, að það kom upp þessi þörf í rauninni ástand hjá dagforeldrum hér á svæðinu sem að olli því að það þurfti að bregðast snöggt við og tókst sem betur fer að koma á laggirnar þessari ungbarnadeild sem er langað þá að upplýsa hér í leiðinni að mun hefja störf eða mun opna miðvikudaginn næstkomandi. En það þurfti að samþykkja þar auka stöðugildi starfsmanna til þess að þjónusta þau börn sem þar verða og stofnunarkaup og það hefur í för með sér þessar 1,9 milljón sem ég kom með þessu rétt frá mér. Og eins hafði verið samþykkt hérna í vor að taka yfir þjónustu í Mjallhvít, þar sem áður var dvalarheimili, þar sem að Vigdísar Holt eða Skjólgari tók ákvörðun að loka dvalarheimilinu og vildi flytja íbúana þangað yfir á hjúkrunarheimilið sem að er þröngt og þar var ekki hægt að bjóða upp á samskonar aðstæður eins og voru á dvalarheimilinu. Þannig að sveitarfélagið tók að sér að bæta við þjónustu til þess að verða við óskum íbúa aðstandenda þeirra þarna og hefur það fyrir mig að auka fjölgun stöðugilda hjá félagsþjónustunni sem telur þá 7,6 milljónir. Ég legg þessa viðauka hér fram og mun þeim vera mætt með lækkun á handbæru fé. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 9. mál á dagskrá, viðauka 3 og 4 við fjárhagsáætlun. Hver sem vilja taka til máls undir þessum öðrum hvorum viðaukanum? Það er ekki, þá ætla ég að byrja á því að taka viðauka 3 fyrir. Þeir sem eru samþykkir viðauka 3 gjörir svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og þeir sem eru þá samþykkir viðauka nr. 4 gjörir svo rétt upp hönd. Þetta er hvort tveggja samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er sala íbúða í eigu sveitarfélagsins. Þetta eru eiginlega 2 mál undir einu máli. 2 íbúðir í eigu sveitarfélagsins voru settar á sölu hjá fasteignasölunni Medial EHF. Sandbakkaveg 2, íbúð 102, fastanúmer 21 81 150
var verðmetin á 17,5 milljón. 6 tilboð bárust í eignina. Lagt til að bæjarstjórn samþykki að selja hæstbjóðanda Michael Reed eignina á 20.500.000. Þeir sem eru því samþykkir gjöra svo rétt að hönd. Það er samþykkt samhljóða. Seinni íbúðin er Sandbakkavegur 4, íbúð 101, fastanúmer 21 81 155. Verðmati á þeirri íbúð var 25 milljónir. 5 tilboð bárust í eignina. Lagt til að bæjarstjórn samþykki að selja hæstbjóðanda Hákoni Gunnarsssyni eignina á 29.600.000. Þeir sem eru því samþykkir gjöra svo rétt að hönd. Það er samþykkt samhljóða. Orðið er laust þessar sölur. Vill eitthvað tjá sig þetta? Það er ekki. Ásgerður segir ég sé að gera þetta í vitlausri röð, það er allt í lagi. Engar áhyggjur af því, hún er alltaf að síða mig til 11. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Hnappavellir. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Fyrir liggur breyting á aðalskipulagi á hluta af Hnappavöllum 1. Er að ræða 10.909 fermetra lóð úr landinu þar sem stendur fjárhús og hlaða. Lóðin hefur verið skipt út úr jörðinni og mun heita Hnappavellir 1 mói, en hún hefur ekki verið skráð hjá þjóðskrá. Stefnt er á því að breyta byggingum sem þegar eru á lóðinni. Ekki gert ráð fyrir fleiri byggingum. Lóðinni verður breytt í verslunar- og þjónustusvæði þar sem gert verður ráð fyrir ferðaþjónustu meðal annars gistingu og litlu tjaldsvæði. Breyting á aðalskipulagi var auglýst frá 16. ágúst til 27. september síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Veðurstofu Íslands, Vegagerðinni og Minjastofnun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki breytingu á aðalskipulagi og að auglýsa og senda hana til Skipulagsstofnunar til samþykktar. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 11. mál á dagskrá breytingu á aðalskipulagi Hnappavellir. Einhver sem vil taka til máls undir þessu? Þeir sem eru þessir samþykki gjöra svo rétt að hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Heppivegur 6. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Breyting á aðalskipulagi fyrir Heppuveg 6 er hér lögð fram. Megin markmið með breytingunni er að M1 miðsvæði stækkar og Heppuvegur 5 og hluti Heppuvegar 6 verða á miðsvæði í stað athafnasvæðis. Með breyttri landnotkun verður heimilt að hafa á lóðunum matvælaframleiðslu, iðnaðarframleiðslu, veitingasölu og listsýningar auk íbúða. Tillagan var auglýst frá 3. ágúst til 14. september síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Minjastofnun og Umhverfisstofnun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki breytingu á aðalskipulagi og að auglýsa og senda hann til Skipulagsstofnunar til samþykktar. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 12. mál á dagskrá breytingu á aðalskipulagi Heppivegur 6. Einhver sem vil taka til máls? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo rétt að hönd. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Borgarhöfn 2-3 Suðursveit. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Er að ræða breytingu á aðalskipulagi að Borgarhöfn 2-3 í Suðursveit. Markmið með aðalskipulagsbreytingunni er að breyta landnotkun á hluta lögbýlisins úr landbúnaðarsvæði í verslunar- og þjónustusvæði á 5 hektara svæði. Breyting á aðalskipulagi var auglýst frá 16. ágúst til 27. september síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Vegagerðinni og Minjastofnun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa breytingu á aðalskipulagi samkvæmt annarri málsgrein 32. greinar skipulagslaga og senda hana til Skipulagsstofnunar til samþykktar með fyrirvara jákvæða umsögn Veðurstofu Íslands. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust breyting á aðalskipulagi Borgarhöfn 2-3 Suðursveit.
Einhver sem vilja taka til máls undir því máli? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá er deiliskipulag Borgarhöfn. Gjöra svo upp hönd. Forseti, góðir fundarmenn. Hér er að ræða deiliskipulag að Borgarhöfn í Suðursveit. Meginmarkmiðið með deiliskipulaginu er að skilgreina tjaldsvæði, byggingarreit fyrir smáhýsi og lóðir og byggingarreiti fyrir frístundahús. Áform landeiganda er að efla ferðaþjónustu á svæðinu og bjóða upp á möguleika til gistingar og afleita þjónustu. Deiliskipulagið var auglýst frá 16. ágúst til 27. september síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Vegagerðinni og Minjastofnun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag að Borgarhöfn og vísi því í lögformlegt ferli samkvæmt 41. og 42. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 14. mál á dagskrá deiliskipulag Borgarhöfn. Einhver sem vilja taka til máls undir því máli? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er deiliskipulag Hálsasker Svínafelli 2. Gjöra svo upp, Björgvin. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða tillögu að nýju deiliskipulagi að Hálsaskeri í Svínafelli 2 í Öræfum. Þegar hefur verið samþykkt leyfi fyrir gestahúsi sem mun nýtast sem heilsárshús við framtíðar uppbyggingu. Áætlað er að endurbyggja gamla Hnappavallabæinn á byggingarreit B1 í upprunalegri mynd. Lögð er áhersla á að skapa á lóðinni bæjarhlað og húsaþyrpingu eftir ríkjandi hefðum. Legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagsgerð og auglýsa deiliskipulagstillöguna og að falli verði frá gerð skipulagslýsingar skipulagslaga þar sem allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. 15. mál á dagskrá deiliskipulag Hálsasker Svínafelli 2. Orðið er laust þetta mál. Hver sem vilja tjá sig það? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá er deiliskipulag Skaftafell 3 og 4 á Röðum. Gjöra svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Er að ræða tillögu að deiliskipulagi að Skaftafelli 3 og 4. Markmið með deiliskipulaginu er að sníða ramma utan byggð lítilla húsa á jörðinni Skaftafell 3 og staðsetja grunninnviði. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa deiliskipulagstillöguna og falli verði frá gerð skipulagslýsingar þar sem allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Björgvin. 16. mál á dagskrá deiliskipulag Skaftafell 3 og 4. Einhverjir sem vilja taka til máls undir því máli? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá er tilkynning framkvæmd Ránaslóð 10 innanhúsbreyting á Risi. Gunnar Stígur Einarsson óskar eftir að breyta íbúðarhúsi á Ránaslóð 10. Er að ræða framkvæmd innanhús sem felur í sér breytingu á notkun ris úr geymslu í svefnloft. Uppsetningu nýs stiga að risi og fellistiga utanhús. Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið. Ég legg til að heimilega verði að breyta húsi á Ránaslóð 10 í samræmi við framlagðar teikningar og falli verði frá grenndarkynningu enda verða breytingunar ekki hagsmuni annarra en umsækjanda. Orðið er laust þetta mál, 17. mál á dagskrá, framkvæmdir á Ránaslóð 10. Þeir sem því þá samþykki gjöra svo upp hönd. Samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá er fyrirspurn til byggingafulltrúa Langatorfa í Svínafelli breyting á notkun á fjárhúsi. Erindi frá eigendum Löngutorfu EHF vegna fyrirhugaðra breytinga á Löngutorfu. Fyrirhugað er að breyta notkun fjárhús og koma upp veitingaaðstöðu með bar fyrir það bil 30 manns. Í húsinu verður fullbúið eldhús fyrir veitingasöluna, lager og geymslupláss, aðstæða fyrir starfsfólk, afmarkað rými fyrir bjórgerð, vinnuaðstæða til að vinna afurðir úr arkjöti.
Einnig er gert ráð fyrir 40 fermetra íbúð sem gæti nýst fyrir starfsmenn. Einnig er fyrirhugað að breyta hlöðunni í íbúðarhúsnæði. Lóðin er á Vafþótt 32 svæði en það kemur fram í aðalskipulagi. Ferðaþjónusta, gisting, greiðasala. Uppbygging vegna hennar skal heimil samkvæmt deiliskipulagi. Allt að 80 gistirými. Frístundahús 2. Svæðisafmörkun ca. 3 hektarar. Grenndarkynning hefur farið fram og 1 svar barst þar sem ekki var gerð athugasemd við breytinguna en bent á að aðkomuvegur er mjór og holóttur. Samið hefur verið við verktaka að lagfæringar á veginum. Ég legg til að heimilt verði að veita byggingarleyfi án deiliskipulagsgerða enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Orðið er laust þetta ágæta mál. Enginn sem gefur merki, þeir sem þýðir þá samþykki gjörðu svo rétt af hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nítjánda mál á dagskrá er byggingarleyfis umsókn Hálsasker 2 íbúðarhús. Oddur Ari Sigurðsson og Katarina Sarbekk sækja byggingarleyfi fyrir 60 fermetra íbúðarhús á Hálsaskeri 2 í Öræfum. Ekki er til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, samkvæmt aðalskipulagi er svæðið á skógræktar- og landgræðslusvæði eða landbúnaðarsvæði. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að heimilt verði að byggja íbúðarhúsið í samræmi við framlagðar teikningar og samþykki grenndarkynningu sem þegar hefur farið fram. Orðið er laust þetta mál, 19. mál á dagskrá, byggingarleyfis umsókn Hálsasker 2 íbúðarhús. Það gefur mér engin merki, þeir sem þýðir þá samþykki gjörðu svo rétt af hönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. mál á dagskrá er framkvæmdaleyfi efnistaka í Slurudalsá. Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna efnistöku úr eyrum Slurudalsár. Efnið hefur verið unnið þar áður. Síðast var unnið 2015 8000 rúmmetrar. Fyrirhuguð framkvæmd er í samræmi við aðalskipulag og í samræmi við landnotkun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í Slurudalsá. Orðið er laust þetta mál. Hverjir sem vilja taka til máls? Það er ekki. Þeir sem þýðir á samþykkir gjörðu svo rétt af hönd. Það er samþykkt samhljóða. 21. mál á dagskrá er umsókn lóð Heppuvegur 2B. Erindi frá eigundum íshússins þar sem þau óska eftir að skila lóð að Heppuvegi 2B. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðaskilin. Orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem þýðir samþykki gjörðu svo rétt af hönd. Það er samþykkt samhljóða. Síðast en ekki síst er 20. og annað mál skýrsla bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Matthildur. Kæri fyrir, það er aldrei leys. Forseti og bæjarfulltrúar. Hér er smá skýrsla af mínum störfum undanfarinn mánuð. Þá ætla ég að byrja að ræða umhverfis- og loftslagsmál. Þessi málefni hafa verið áberandi í minni vinnu undanfarið. Það er margt í gangi enda ástæða til. Og ég fæ að setja inn í þennan pistil 2 samanburðarmyndir frá Jökulsárlóni sem ég tók skjáskot af úr myndinni After Ice eftir þau Kíran Baxter, Þorvar Árnason og M. Jackson við Rannsóknasetur HÍ hér á Hornafirði. En ég hvet ykkur til þess að leita myndin á netinu og horfa á þessi áhugaverðu mynd sem varpar svo góðri sýn á þær loftslagsbreytingar sem eru að eiga sér stað fyrir framan augu okkar. Aðeins af úrgangsmálunum. Ég hef setið fundi svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs með sveitarstjórum í Skaftárhreppi og Mýrdalshreppi. En við erum að hefja undirbúning á þeirri vinnu núna að móta sameiginlega svæðisáætlun í þessum málefnum. Ég sat jafnframt haustráðstefnu hjá FENUR sem er fagráð endurnýtingu og úrgang þann 7. október síðastliðinn en ráðstefna bar heitið 15 mánuði til stefnu, hvar eru við stödd í 8 hringrásarhagkerfinu. Þar er vitnað í þá tímasetningu þegar ný lög meðhöndlun úrgangs tóku gildi eða þann 1. janúar 2023. Á ráðstefnuna mættu helstu stjórnendur frá atvinnulífi og hinu opinbera sem koma að umhverfis- og úrgangsmálum. Og nú þegar sveitarfélagið farið að huga að nýju útboði á sorpmálum er nauðsynlegt að tengjast því sem er í gangi annars staðar. Og þá að hringrásarhagkerfinu. Það kom sér vel sérstaklega í tengslum við það að við séum að fara að bjóða út að við skildum fá styrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu í verkefni tengt hringrásarhagkerfinu.
Styrkinn hlutum við í samvinnu við Nýheima þekkingarsetur og FabLab og eru nú að hefja undirbúning á því hvernig við vinnum úr þessum styrk, en markmiðið er að kortleggja úrgangsstrauma og finna leiðir til þess að nýta úrganginn betur í heimabyggð án förgunar. Og við höfum samið við ráðgjafa sem að vinna með samtökum sunnlenskra sveitarfélaga í samskonar málum, Elísabet Björney Lárusdóttir, umhverfisfræðing, til að aðstoða okkur í þessu verkefni. Hún býr yfir mikilli þekkingu og góðu tengslanetti og sérstaklega hér á Suðurlandi. Það er mikilvægt að leggja þessa vinnu áður en við bjóðum út sorpið okkar með þeim breytingum sem verða á lagaumhverfi 1. janúar 2023. Loftslagsyfirlýsing Festu, við stóðum fyrir fyrsta fræðsluviðburðinum í tengslu við undirskrift sveitarfélagsins Festu og fyrirtækja á svæðinu á loftslagsyfirlýsinguna. Markmið fræðsluna var að aðstoða stofnanir og fyrirtæki við að halda einfalt loftslagsbókhald og við fengum Söndru Rán Ásgrímsdóttir, sjálfbærni verkfræðing frá Mannvit til aðstoðar. Vonandi færi það umræddum aðilum þau verkfæri sem þarf til að hefja þessa vinnu, það er skráninguna, og að hægt er að birta þessu gögn með opinberum hætti. Samhliða þessum fundi stóð umhverfis- og skipulagsnefnd fyrir vinnustofu í tengslu við gerð umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir sveitarfélagið. Stefnan er langt komin og unnin í samhengi við stefnumótunarvinnu sveitarfélagsins, þar sem áherslan hefur verið á að innleiða heimsmarkmiðin í alla stefnumótun. Fundagestir voru vinnusamir og úr þessu munum við eflaust fá góða afurð sem skilar okkur stefnu og í kjölfarið aðgerðaáætlun sem hægt er að vinna í næstu árin. Fjármálaráðstefna sveitarfélaga, hún var haldin í fyrsta sinn í 2 ár í raunheimum, en fyrir árið síðan var ráðstefnan rafræn og svo haldnar nokkrar málstofur í kjölfarið. Góð mæting var á ráðstefnuna en uppselt var enda var takmarkaður fjöldi vegna sóttvarna reglna. Það er mikið gagn af fjármálaráðstefnum og má segja að helstu skilaboðin í ár séu þau að sveitarfélögin eru nær öll að gangi gegnum erfiða tíma fjárhagslega. Á sama tíma og óvissa ríkir tekjur sveitarfélaga aukast útgjöld. Síðustu kjarasamningar voru sveitarfélögum erfiðir, launahækkanir voru umfram það sem gerðist hjá almannamarkanum og einnig umfram hækkanir hjá ríkinu. Á sama tíma var verið að innleiða styttingu vinnuviku sem átti ekki að kosta sveitarfélagin auka fjármagn og styttingi mátti ekki leiða til þjónustuskerðingar. Það hljómar mjög vel en er erfitt í framkvæmd þegar veitt er þjónusta við íbúa, svo sem í leikskólum, sundlaug, félagsþjónustu og fleiri stöðum. Rannsóknir sýna að víða er hægt að innleiða styttri vinnuviku án aukins tilkostnaðar með breyttu skipulagi. Nú er það okkar verkefni að reyna að vinna betur að innleiðingu á styttri vinnuviku hjá stofnunum sveitarfélagsins og einnig í samvinnu við íbúa og atvinnurekendur. Það er jú hagur allra að hægt sé að útfæra þetta á sem bestan og hagkvæmastan hátt. Nú eru bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins á kafi í gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. Það er enn meira krefjandi þetta árið meðal annars vegna þeirra atriða sem ég hef talið upp hér að framan. Lagt er upp með að fjárhagsramar stofnana verði óbreyttir annað ári í röð sem er hagræðingarkrafa. Jafnframt er reynt að takmarka ráðningar eins og hægt er. Á sama tíma er verið að auka þjónustu, svo sem í leikskóla, þar sem verið er að koma til móts við íbúa vegna skorts á daggæsluúrræðum. Jafnframt er verið að veita aukna þjónustu í félagslegri heimaþjónustu til eldra fólks, ekki síst svo þjónusta sem sveitarfélagið tók að sér þegar dvalarheimilinu var lokað síðastliðið vor. Fjárhagsáætlun verður til umræðu alla næsta mánuð og verður hún lögð fram í fyrri umræðu fyrir bæjarstjórnarfundinn í nóvember. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundinum meðan farið verður fundagerð.